Í þessu dæmi ætlum við að leggja saman vigra eða reikna með vigrum skulum við segja. Við höfum gefna 2 vigra A og sem 1,-3 og B sem -2,3 og í A-lið ætlum við að leggja saman þessa 2 vigra. Nú við stillum þá upp vektorjöfnu eða vigrajöfnu. Það eru vektorarnir A plus B jafnt og þá tökum hnitvektorana sem eru 1,-3 plus -2,3 og þegar við leggjum saman vigra þá leggjum við saman fyrst x-hnitin sem 1-3 1-2 og leggjum síðan saman y-hnitin sem -3 plus 3 og ef við reiknum út úr þessu þá fáum við 1-2 sem -1 og -3 plus 3 sem jafnt og 0. Þannig að lokavegurinn þá þessi summa verana A plus B þá -1,0. Í B-lið þá ætlum við að finna 2 sinnum A plus 3 sinnum B eða 2A plus 3B. 2A plus 3B. Við stillum upp hnitvektorana. 2A þá 2 sinnum vegurinn A sem 1,-3 plus 3 sinnum vegurinn B sem -2,3. Við byrjum á því að margfalda vegrana. Vegurinn 1,3 margfaldað með 2 verður þá 2,-6. Það margfaldast bæði hnitin inn í bæði hnitvegursins og síðan 3 sinnum -2, það -6 og -9. Nú síðan leggjum við þetta saman. Við leggjum saman x-hnitin og fáum þá hérna 2-6 og y-hnitin verða -6 plus 9 sem að gefur okkur loka vegurinn sem -4, -4,3. Summa sem við fáum við margföldum vegurinn A með 2 og vegurinn B með 3 og leggjum það síðan saman, þá verður loka vegurinn -4,3. Og í C-lið þá eigum við að draga frá. Við erum með vegurinn 2A minus 5B. Við byrjum á því að margfalda þá A sem var 1,-3 með 2, eða stillum bara jöfnunu upp. Svo átti að vera mínus 5 sinnum vektorinn vegurinn B sem var -2,3. Nú við margföldum fyrst verana. Þetta eiginlega alveg eins og margfaldin í sviga, ekki? Þannig að við margföldum fyrst fyrri vegurinn, þess að vegurinn A með 2, fáum við 2,-6 og svo mínus, eða, já, við skulum bara segja mínus, það ágætt, 5 sinnum 2, mínus 10 hérna, 5 sinnum 3 eru 15 og það verður þá jafnt og 2 mínus 10 mínus 6 mínus 15 og þetta gefur okkur 2 mínus 10 verða 2 pluss 10
2 pluss 10 sem eru 12 og mínus 6 mínus 15 eru mínus 21. Bara rétt til að sýna ykkur þá hefðum við alveg getað hérna þegar við margkvölduðum inn í vigrana þá hefði framhaldið hérna geta orðið ef við margkvöldum hérna, skoðum það aðeins. Ef ég margkvölda 2 inn í fyrri vektorinn þá fáum við 2, mínus 6 og svo hefði ég getað margkvölda með mínus 5 inn í inn í vektorinn, þá fá ég mínus 5 sinnum mínus 10 sem verður þá mínus 5 sinnum mínus 2 sem verður þá pluss 10 og mínus 5 sinnum 3 sem verður mínus 15 og ef við leggjum nú saman þá fáum við hérna 2 pluss 10 sem eru 12 og mínus 6 mínus 15 sem eru mínus 21. Það skiptir ekki máli hvor leiðin farin. Loka niðurstaðan verður svo sama. Við getum hérna annarkvort margkvaldað margkvaldað vegurinn með mínus 5 og lagt saman eða margkvaldað með 5 pluss 5 og dregið frá. Niðurstaðan svo sama. Í D-lið ætlum við svo að finna summuna af x sinnum a pluss y sinnum b. Þá gerum við það svona. Við ætlum að reikna x sinnum a pluss y sinnum b. Og þá gerum við þetta alveg eins. Það þá x sinnum vegurinn a sem var 1, mínus 3 pluss y sinnum vektorinn b sem var mínus 2,3 og við margkvöldum inn í margkvöldun sem verðuna, fáum þá einu sinni x sinnum 1 x og x sinnum mínus 3 verða mínus 3x pluss y sinnum mínus 2 verða mínus 2y og y sinnum 3 verða 3y og við leggjum nú saman, fáum hérna x, fyrra hnitið í örnum verður þá x mínus 2y og seinna hnitið verður mínus 3x pluss 3y. Þetta þá summa þessara tveggja vektora. Þá er það komið.